ætti stundum að glíma við erfiðar, þungar og neikvæðar hugsanir. Það svo mikilvægt að átta sig á því að hver hugsun er orka og okkur líður eins og við erum að hugsa daglega og með því að stýra hugsunum okkar og velja heilbrigðar og bjartar og fallegar hugsanir getum við stýrt líðan okkar og láta okkur líða ótrúlega vel. Og þetta er svona hugarfarsleg þjálfun sem að allir þurfa að ganga í gegnum til þess að öðlast frelsi, af því að ef að við erum ekki að stýra hugsunum okkar, þá er það bara kvíðin, streitan, fréttirnar, annað fólk, þunglindi, depurð, eitthvað annað að stýra hugsunum okkar. Þannig að þá erum við ekki frjáls, þá erum við á valdi einhvers sem að við viljum kannski alls ekki vera á valdi. Þannig að það hreinsa til í hausnum á sér er einhver mesta blessun sem að hægt er að ganga í gegnum og ég hveti til þess að gera þetta. Mér langar til að kenna þér eitt lítið tól sem að ég nota mjög mikið. Þetta minn í dag því ég bara þarf þess ekki. Ég er búin að endurnýja hugarfarið mig. Þegar ég byrjaði þessa vegferð, þá var svona stjórnlaus, brjáluð, öskrandi, neikvæð þvottavél í hausnum á mér og ég réði ekki við neitt. Það var bara þessi stormur og ég hafði ekki hugmynd um af hverju. Ég hafði ekki hugmynd um að ég geti haft einhver áhrif á þetta, ég held ég væri bara með svona bilaðan haus, en það er ekki þannig, Þú þarft ekki að hugsa hvaða rugl eða bull sem að poppar upp í hausunar, þú getur breytt því. Og fyrsta skrifið kannski átta sig á þessu og síðan er næsta skrifið hvernig ætlar að bregðast við þessum hugsunum. Ef þú byrjar að dæma þær, óttast þær, reiðast hugsuninum vantrista en þá ertu bara að fóðra neikvæðu orkuna og þá bara verða þær ennþá stjórnlausari. Það er svo mikilvægt að bara taka eftir þessu, fyrirgefa þessu, afhenda þetta inn í ljósið og velja nýja hugsun. Og þá erum við að velja hugsun sem er bara björt, heilbrigð, falleg, svo kallar krafthugsanir eða jákvæð sjálfsuppbygging. Og það getur til dæmis verið og þá erum við að nota lögmál sem heitir the law of substitution. Ef við skiptum út þessu neikvæða fyrir jákvætt. Þannig að ef að kemur kannski hugsun, segjum sem svo einhver manneskja er að glíma við neikvætt sjálfsneyðrif og það er þessi hugsun, ég er ömurleg, eða nú er ég búin að klúðra einhverju. Hvaða orku býr þessi hugsun til, eða hvaða tilfinningar? Vonleysi, depurð, sorg, sársauka, reiði, ótta, alls konar neikvæða orku. Og það sem að þú gerir er að þú fyrirgefur þessari hugsun, afhendar hann inn í ljósið og skiptir hann út fyrir jákvæð. Og þá er gott að nota bara eitthvað sem er þveröfugt, eins og til dæmis, ég er frábær, ég er heilbrigð, ég er heilbrigður, ég er að læra af reynslunni og ég veit að þetta mun takast hjá mér næst, til dæmis. Og hvaða orku, hvaða tilfinningar eru þessar hugsanir að búa til? Frið, gleði, tilhlökkun, styrk, áræðni, ekki brjóta þig niður. Þú ert það sem þú hugsar, það er það sem orkaðin er og þú ert orkaðin, allt er orka. Byrjaði að þjálfita og byrjaði að skipta út þessum neikvæðu hugsunum fyrir þess að jákvæðu hugsunir. Því meira sem þú þjálfar þetta, því betri verður í þessu og því auðveldara verður þetta. Þetta er bara alveg svo, maður ætlar að byrja að læra eitthvað nýtt. Ég ætla að fara að æfa sund eða skrautskrift eða einhverja nýja íþrótt eða þegar við erum að læra eitthvað nýtt. Það er erfitt fyrst, við erum óörugg, við gerum þetta ekki neitt mjög vel og það er bara allt í lagi. Og svo þjálfum við okkur og við þjálfum og þá verðum við betri í þessu. Og góðu fréttirnar með hugarfæri okkar, við erum alltaf að hugsa eitthvað. Þannig að við getum alltaf verið að þjálfa okkur og það verður erfitt fyrst og átök en ef þú gefst ekki upp, ef þú heldur áfram þá muntu finna árangurinn, þetta verður auðveldara, hugsanir þínar verða heilbrigðari og heilbrigðari og þegar þú ert búin að hugsa þessar heilbrigðu jákvæðu hugsanir aftur, þá ferð að trúa þeim og þá verða þær hluti af þessum sjálfvirku, átómatísku hugsunum sem eru einhvern veginn alltaf í gangi, hvort sem við erum meðvituð eða ómeðvituð. Þannig að fyrirgefa neikvæðu hugsuninni, afhenda inn í ljósið, hugsa viljandi og af ásetninginni heilbrigða hugsun, svo kallega krafthugsun eða jákvæða sjálfsuppbyggingu og þá er mjög gagnlegt að vera búin að skrifa það niður. Af því að, ef við erum búin að vera mjög neikvæð mjög lengi, þá er það eina sem okkur dettur til hugar, skilur. Þannig að til þess að geta gripið í þessa jákvæða hugsun, þá er gott að vera búin að skrifa niður nokkrar hugsanir,
ef þú ert að gera þetta í fyrsta skipti, hafa þetta bara einfalt, bara ég er sterk, ég er sterkur, ég er heilbrigður, mér líður vel, ég hef valdið við mínum hugsunum, ég hugsa fallegar og heilbrigðar og góðar hugsanir, ég get gert það sem ég vil, ég get náð árangri, ég er að ná árangri og svo framvegis og hafa þær það sem að hefur oft verið erfitt fyrir þig. Þannig að þú svona í rauninni svissir frá svona ósigri og fórnarlambi yfir í sigur og sigurvegar og orku. Þannig að endilega byrjaði strax í dag. Fyrsta skrefi taka eftir hvað ert að hugsa. Næsta skrefi fyrirgefa afhendinni ljósið. Þriðja skref velja nýja heilbrigða fallega hugsun og síðan halda áfram að þjálfa þetta. Gangi ótrúlega vel. Bless, bless.